Það var svona upp á alla veggi sko, fúi, allt fólkstykki farið og þurftum að skeita allt. Skeita allt upp á nýtt? Já, að skeita sko stóðirnar og setja nýtt fólkstykki og svo steypa undir og þurftum að lyfta öllu. Þann 5. desember 1901 skrifaði afi undir samninginn kaup á Sveinseyrinni sem þau tóku við á fardögum vorið 1902. Seljandi Sveinseyrar var Jóhannes Þorgrímsson, dannebrogsmaður og sveitarhöfðingi. Verðið á jörðinni var 4.000 krónur. Með afa og emmu fluttu foreldrar afa, þau Jón Ólafsson og Magdís Sigurðardóttir, að Sveinseyri, en þau höfðu misst son sinn, Ólaf Jósúa, 21 árs, í mannskaðaveðrinu mikla í Selárdal, þann 20. september árið 1900. 3 bátar þaðan fórust með allri áhöfn, en Ólafur Jósúa hafði verið líftryggður, sem var ekki algengt á þeim tíma. Foreldrar hans, afa, langafi og langamma, erfðu tryggingaféð og lögðu það í kaupin á Sveinseyri. Afi átti 700 krónur og svo hafði hann lánstraust, en hann var talinn atorku og nytjamaður. Kaupverðið var að hálfu greitt út í hönd, en 2.000 krónur lánaði seljandinn með 4% vöxtum sem var algeng vaxtaprósenta á þeim tíma. Ýmsum þótti kaup þessi dirfska og fyrirhyggjuleysi þar sem hann gat ekki greitt jörðina nema hálfu leyti. Auk jarðarinnar þurfti hann að kaupa bústofn og búsóhöld. Vorið 2002 gerði afi út róðrabát Fönix BA47 sem Guðmundur, faðir Guðríðar ömmu, smíðaði á Neðrabæ í Selárdal árið 1896. Hann reri frá Stapavíkum sem næst ysti bær í Tálknafirði norðanverðum. Afi var aflamaður og sótti sjóinn kappsamlega. Synir hans og ömmu fóru með honum á sjóinn leið og þeir höfðu aldur til. Það var róið frá Sveinseyri á haustin eftir slátt. Bústofn á Sveinseyri var í betra lagi fyrstu árin og mun Jón langafi hafa hugsað útiverkin þegar afi var til sjós. Jónu frænku fannst hann ákveðið við krakkana að láta þau hjálpa sér úti við. Garðrækt var stundu hér á kappi, en það hljóta nú að hafa verið kartöflur. Hlunnindi jarðarinnar voru jarðhiti, móttekja, beitutekja og útræði. Húsakostur á Sveinseyri var talinn góður þegar amma og afi keyptu jörðina. Jóhannes Þorgrímsson hafði byggt timburhús með torfveggjum að hluta og klætt með bárujárni, en undir því var þykkt lag af torfi til einangrunar. Það var Efrahúsið. Neðra húsið og gamalt þinghús sem stóð fyrir utan, hérna fyrir neðan og neðan bæinn voru orðin léleg og afi lét fljótlega rífa þau og byggði nýtt neðra hús árið 1908 sem enn stendur og verður að gera upp. Inngangurinn með fatarskáp og kamri var byggt 1925. Já, ég ætla að segja ykkur sko að loftið í þessu hérna nýrra húsi að það var notað fyrir pöntunarfélagið. Það voru vörur geymdar og það stóð hleri í gólfinu sem að vörunum var þegar hýðið það niður. Það var semst ekki búið þarna uppi og svo var vigtað niður í stofu, þannig að það var ekki alltaf svona puttstofani. En svona var húsið þegar afi kom. Afi gegndi mörgum trúnaðarstörfum fyrir Tálknafjarðarhrepp, var oddviti, hreppstjóri og sýslunefndarmaður. Pöntunarfélagið Skuld var stofnað 1907 og var afi í forsvari fyrir því.
en seinna var það kaupfélagi Tálknafjarðar. Löggilding verslunar á Sveinseyri tók gildi 1883. Póstur og sími voru með aðstöðu í gamla bænum á árunum 1924 til 1953. Sinnti heimilisfólki þeirri starfsemi allan tíma. Núna erum við að endurbyggja gamla bæinn. Við höfum fengið styrki frá Minjastofnun, áður Húsafriðunarsjóði, en aldrei eins mikið á þessu ári, eða 2,5 milljónir. Bjarni sonur okkar hefur unnið við uppbyggingunni í sumar, en hann mjög vandvirkur og tekur ekki annað í mál en að vanda vel til verka. Ég vil þakka öllu sem hafa stutt okkur og hjálpa í öllu þessi ferli, fjölskyldunni, Guðmundi, Kalla og Guðjóni fyrir að rífa torfið af eldri bænum. Það var erfitt verk. Aðalsteini sýnir Dóru systir en hann rekur allt í járnum og alltaf til í að aðstoða okkur á verkstæðinu með ýmsa hluti. Heiðari sýnir hennar Gógó og frænku sem hefur gefið okkur góðan afslátt og efni alls konar í bíkó og hefur sýnt áhuga á verkefninu. Kæra þakkir, Heiðar. Þetta verður timburhús eins og Birna sagði í upphafi sko. Verður grafi hérna inn í bakka. Sennilega af því að maður Dannebrogmaður komið tilbúið tilsniðið. Og þetta verður mjög vandað á þeim tíma. Innflutt svo? Já, skarðshúð og allt handverk þetta verður talið mjög flott á þeim tíma sko, sem torfbæjar voru. Hvenær var, við vitum hvernig þetta hús var byggt? Það eitthvað upp á 1880. Upp á 1880. Það er bara grótlegsla undir öllum. Þeir eru búin að gera hóa fint steypa hérna, sko, fríðaði með það var svona upp á alla veggi, sko, fúi, allt fótstykki farið og þurftum að skeita allt. Skeita allt upp á nýtt? Já, að skeita, sko, stóðirnar og setja nýtt fótstykki og svo steypa undir og þurftum að lyfta öllu. Endi var lyftum honum 30 cm. Já. Sér munið sinni fyrra, þegar hérna komið inn þá var þetta svona gapandi hérna með, sko. Já, það botni var eða útveggjendir og fótstykki alveg farið, sko, og það var bara síg. En svo efra húsið sem var bara timburhús, sko, og hérna, það var ekki, bárujárnið kom ekki fyrir eftir aldamótin, sko. Þannig að það er bara skarðshús og síðan var settur mór ofan og tylt yfir, sko. Og það hélt, af því að skarðshúsum það rann alltaf af henni, sko. Það hefði verið mjög vandað á sínu tíma, sko. Hvað var gengið niður? Það gengi hérna svona út. Nei, margir hvað var Var þetta gert brunni? Nei, Þetta er 100 ára hvaðir? þetta er bara burðargreind, sko. Þetta er allt burðargreind, sko. En það... Líklega innflutt eins og þú segir? Já, en það kemur heima saman að... Tilbúið hús? Hvað var farið hérna niður? Var farið inn í eldhús hérna? Nei, það er inn í herbyggið þarna. Herbyggið þarna? Já. En svo var kamína þarna, sko. Og það leiti skorsteinn, hann er farinn. Og rörið sést þarna. Það var hiti í hverju herbyggi. Og svo var þetta niðurgrafið. Spilaði í hérna Og efra húsið. Fylltum með glugga, sko. Og til að halda frostri og þá var aldrei frostið. 46? Nei, hvað var það þá? 46, hvað var það? Hver er hugsunin með húsið í framtíð? Er það spáðið að setja safn eða? Já, það er 46 þá var það eitthvað. Það er hugsunin. Það spilaði Þetta er elsta hús í Tálknafirði, Pínu ammali. Já. Það var já. Það er það. og eitt svona merkilegt sem hittir alltaf aðrið. Já, nákvæmlega. Skemmtikraftur móðmik, já. Hver er tímalínan? Þú veist, eru þið bara að gera þetta svona, eru þið með eitthvað svona smá
Nei, það er bara tímasetningar eitthvað? eftir styrkjum sko. Já, hvernig Þeir þetta kemur inn. duga svona fyrir efni sko. Já. Kannski rúmlega núna. Styrkjum voru litli fyrst til að byrja með. Það var kannski 100.000, 150, 200.000. Já, ok. Og síðan var þessu breytt, húsafræði var sett undir Minjastofnun. Og það var að gera breyting. Þá komu peningar. Já, já. Ég veit ekki En hvernig það er kannski líka bara þegar það er búið að sjá að það sé verið að vinna í verkefninu. En þú veist. Jói, það er það. Þeir vilja alltaf Sjá árangur. sjá árangur.